Takk kærlega fyrir að bjóða okkur heim í sumargrill hérna. Bara gaman að fá okkur. Þetta er mjög spennandi. Segðu mér hvað ætlar að bjóða okkur upp á þetta? Mér langaði að gera svona smárétti. Það er svo oft sem maður er að grilla eitthvað svona risa steik eða fisk eða eitthvað svona og borða kvöldmatt. En maður getur náttúrulega líka bara að grilla yfir daginn þegar það er svona gott veður og svoleiðis. Og bara smárétti með kannski vinglasi eða haft þetta svona meira afslappað. Þannig að mér langaði að gera nokkra þannig rétti. Svona rétti eitthvað smá hugmyndir. Og þetta er bara einfalt af því að líka maður vill ekki hanga of mikið inn í eldhúsinu eða gott veður og svoleiðis. Þannig að það er gott að gera bara eitthvað sem krefst ekki mikils undirbúnings. En þetta er ekta þannig að þegar það er svona gott veður og mann langar að njóta sólarinnar, jafnvel með gesti, þá er þarna einfeldleikin í fyrirrúmi. Algjörlega. Og ég ætlaði bara að hafa, þetta eru kjúklingalindir. Og það er ótrúlega góð svona sósa sem er svona reykt sósa sem er olía, grillolía svona sem ég seti yfir og sesamolíu. Svo ætla ég bara að grilla kjúklingalindirnar og setja sesamfræ yfir. Og svo eru rækjur, svona risarækjur sem er alltaf, mér finnst það bara æðislegt. Það er rosa góðar. Og svo er chili og hvítlaukur og olía á þeim. Svo ætla ég að gera ávexti, grilla ávexti. Spennandi. Og sem er rosa gott að bara svona geitaost og hunang með. Og grilla svona brauð líka. Hljóma vel, ég hef ekki smakkað það. Og þú ert með þarna framandi ávexti síðan. Já, þetta eru plómur og feskjur og fíkjur. Fíkjur. Og fíkjur og geitaosti, það er eitthvað sem passa líka rosa vel saman. Algjörlega. Þetta er alveg, þessir ávextir passa mjög vel með hunanginu og þessi. Og svo er hérna zucchini. Zucchini? Já. Það er hérna grænmeti sem lítur út eins og gúrka. Og ég er bara búin að sneiða það svona þunnt. Svo er ég með halloumi-ost og parmaskinku inni. Og þetta grilla ég bara svona og osturinn svona linast upp inni. Þetta er alveg, bara þetta kitlar bragðlaukana. Það er alveg. Og þú ætlar að setja þetta á grillið. Já. Og ég voru ekki bara að vinda okkur í þetta. Endilega. Þú ert hérna með þetta kólagrill. Já. Og hérna, þú tók ég eftir einhvers konar timbur eða spýtur spænir í. Já, ég nota alltaf svona viðarkol á þetta grill. Viðarkol. Passar mismunandi hvaða grill þú ert með. Hvernig kol þú bara fílar líka. En þessi svona hitna mjög mikið og eru lengi að brenna. En svo líka í þessu grilli þá getur þú stillt hitan. Þannig að þetta er svolítið svona öðruvísi grill. Það er líka þú getur reykt í þessu og bakað og þú getur gert bara alveg alls konar. Mögulegt, þannig að þetta er mjög fjölhæft grill. Mjög svo. Og þetta er svona, það eru margar grindur sem fylgja mismunandi. En núna er ég með svona bara venjulegt setup fyrir þetta. Og það líka kemur ekki annað bragð þegar maður er með svona viðarkol. Algjörlega. Og svo getur maður líka bætt út í mismunandi við til að fá mismunandi bragð. Skemmtilegt. Já, og hérna bakvið sem ég nota stundum svona mismunandi tegundra við sem maður bætir bara svona smá út í til að fá svona mismunandi bragð. Já, mjög skemmtilegt. Það er mjög þægilegt að vera með svona kjúklingar undir. Af því að það er ekki bein, maður er lang svona snegstur að elda lundina, lundi þar. Það tekur ekkert langan tíma. Það er svona 2-3 mínútur á hverri hlið. Sér náttúrulega að kjúklingurinn byrjar að vera svona hvítur. Mjög heitt hjá með grillið. Alltaf þetta sama vandamál hjá öllum, festast við teinana smá. Sem þegar hann er steiktur. Losnar hann það frá teinunum eða getur þetta bara verið vandamál? Þetta fer oftast eftir hversu blautt hráefnið er. Þú veist, ef það er ekki nógu þurrt, eins og núna hefur hann kannski ekki verið alveg nógu þurr kjúklingurinn, áður en maður marinir hann, skilur. Þá er bara svona vökvi í því, í hráefninu. En það er ágætt líka að bara grilla þetta lengi, eða lengur til að hann losni. En það er alltaf samt, þú veist, þetta festist alltaf eiginlega. Já, kjúklingurinn er bara þannig. Maður þyrfti eiginlega að þerra hann bara yfir nótt eða eitthvað til að ná að halda honum. Allavega svona þessum bitum sem er ekki með skinni og... Já, akkurat sem eru bara skinnlausir. Ég finn líka, þú veist, ég finn mikinn mun á kólagrilli versus gasgrill. Þú veist, það er ákveðin svona bæði lyktin og bragðið. Alveg, bragðið er náttúrulega allt annað. Það eru mikil þægindi í gasgrillinu, geta bara kveikt á því og þannig, það er svona öðruvísi. En mér finnst líka svolítið mikið stemming bara í kringum það að kveikja í kólunum. Takk. Þá er það bara sama með rækjurnar. Það er svona einfalt. Bara grilla þær. Og þær eru í olíu. Svo notaði ég svona maukað chili. Maukað chili? Já. Sem að mér finnst svolítið þægilt að eiga. Af því það er bara í krukku. Og
Það er alveg frekar sterkt, ég er hrifin af sterku. Já, mjög. Já, gott. Sterkt bragð og mat, það er bara það sem heillar mig mest. Og svona smáréttir. Já. Gaman að borða mikið eða margar svona mörg brauð. Já, og þið finnst bara gott að gera þetta svona, ekkert endilega vera að setja þær á pinna. Sko, maður getur sett þær á pinna. Já. En eins og ég veit ekki hvort þú tókst eftir, en ég var með svona ég nota stálpinna. Já. Þú veist. Já, frekar heldur en að vera með svona spýtur. Þannig að ég nota bara aftur. Já. Spýturnar brenna bara, það er bara þannig. Já, ég sé það, dettur bara oft af þeim, það ekki, þú veist, já. Og sama hvað þú setur mikið vatn, leggur þær mikið í vatn, skilurðu, svo er oft raðalagt. Já. Þá bara hverfur endinn og þetta er bara, mér finnst þetta bara oftast vera vesen. Já. Þannig að ég keypti mér svona fjölnota. Já. Og nota bara aftur og aftur, búin að eiga þetta í mörg ár. Það er æðislegt. Þetta er góð nýting. Já, einmitt. Þetta við eigum að nýta hlutina vel. Já, algjörlega, sammála því. Já. Og þetta tekur örstkoman tíma að grilla rækjur. En ég get náttúrulega grilla fleira, bara grilla þetta zucchini í leiðinni. Já. Þá það bara að pensla það með olíu. Já. Þessi smárétti sem með, þetta tekur tildulega stuttan tíma að undirbúa þetta, eða ekki? Jú, algjörlega. Þetta er bara, ég hugsaði þetta þannig að þetta væri, þegar ég var að gera þetta, þá bara, þú veist, finnst mér oft sem að maður er eitthvað, grill á bara að vera, þú veist, mikill tími frekar við grillið, ekki mikill tími eitthvað inn í eldhúsinu, skilja. Mér finnst að maður eigi frekar að vera bara úti á grilla, eða meiri tími í það, og hafa þetta bara frekar einfalt og... Já. Ekki standur í eldhúsinu í fleiri tíma og til þess að undirbúa matinn sem þú ætlar að fara að grilla. Nákvæmlega, frekar að njóta þess að vera úti. Já. En við grillum reyndar allt árið á mínu heimili. Já. Við erum alveg þar. Við erum ekki að dusta rykið af grillinu fyrir sumrið. Nei. Já, það eru virkilega fallegar á litin. Chilið, það gerir svona og þetta er svona grilllegt. Já. Hafa það svona rauðar. Já. Alltaf gott að fara sér svona rækjur. Það eru algjört selgæti. Zucchini þarf líka tildulega stuttan tíma, eða ekki? Jú, það er hérna sem maður sér að það er alveg að... Já, það kemur... Byrja að grillast fallega. Já. Mjög. Ég elska líka bara svona einfaldan mat á grilli, eins og bara grilla fullt af grænmeti og gera svona grilla grænmetissalat. Þú veist, eins og sneiða svona eggaldin og zucchini þunnt. Það er líka alveg, það er æði. Það er æði. Já. Það þarf ekki alltaf að vera einhver risasteik mitt. Einmitt, og það er einmitt máli, þú veist, þegar maður er að grilla, maður sé ekki alltaf að grilla steikur. Já. Því svo þegar að koma svona margir góði dagar, eins og við erum búin að upplifa núna, þú veist, að maður verður að grilla steik okkur með einasta degi. Já, maður fer frekar út að borða steik, sko. Já, sammála, þú veist, þetta er miklu skemmtilegra. Þetta er alveg æði. Svo er gott að setja líka bara ólífuolíu yfir þetta í lokin. Já. Og jafnvel að krydda með smá salti. Þó svo að skinkan hún er náttúrulega sölt. Já. Þannig að þá er kannski ekkert nauðsynlegt, en allt til að setja aðeins yfir. Aðeins yfir, já. Svo er þetta rosa einfalt. Þessir ávextir. Já. Maður bara penslar olíu. Og ég er rosa mikið líka þar. Já. Það eru margir sem eru að marinera alveg opbáslega mikið og lengi. Já. En ég er alveg dálítið hrifin af því persónulega að nota bara salt og pipar. Nota bara salt og pipar. Já. Það er þetta einfalt og leyfa bara hráefni að njóta sig. Já, ég hef alltaf alveg verið þar. Já. Með kjöt og fisk og svona. Já. Bara að þú ert með góðan fisk, gott kjöt, gott grænmeti. Já. Nota bara olíu og salt og pipar. Já. Fólk verður mjög hissa, það er búið að vera í gegnum árin. Þegar ég segi, já, ég nota bara salt og pipar og ég nota alltaf Himalaya-salt. Mér finnst það alveg opbáslega. Svona uppáhalds. Já, það er svona svo mildt og gott, sko. Já. Ég er ekki að nota kannski svona borðsalt. Nei. Nota svona hágæða salt á hráefnið. En þetta finnst mér ótrúlega spennandi, að grilla ávextina og svona framandi ávexti. Já. Svo grillar brauð aðeins líka. Maður getur auðvitað sett svona olíu og hvítlauksolíu eða salt og pipar eða nudda hvítlauku eða eitthvað á brauðið. Já. En að því að við erum með svo spennandi brauð í gangi, þá langaði mig bara að hafa þetta einfalt. Það er nefnilega ef maður er með þetta svona án þess að nota olíun og það. Það verður oft svona brauðið dregur svo olíun í sig, sko. Já. Þá verður það svona... Hún nýtur þess bara betur að borða brauðið svona, af því og eins og mörg brauð. Já.
og það búið að setja olíu og hitt og annað slíkt. Þá bara verður þetta svona... Þetta meira svona, við erum að nota þetta meira sem áhald til að borða kannski, eða skilur svona... Já, setja með, já. En maður getur náttúrulega grillað bara alla ávexti. Já. Bara borðið fram með ís og... Þetta lítur stórglæsilega út. Takk fyrir það. Það var bara eftir að setja hunang. Já. Hérna ertu búin að setja geitaost. Já, ég braut geitaost yfir. Já. Þetta svona hunangs líka geitaostur sem ég fekk út í búð. Já. Og svo valhnetur. Og þetta náttúrulega bara æðislegt með svona grilluðu brauði. Maður fær alveg vatn í munnin bara. Þetta svona aðalleikonan á platan. Já. Þessi réttur. Æðislegt. Heyrðu, bara gjörðu svo vel. Takk fyrir. Það er mjög spennandi að smakka.